Þessi fjörður hann fóstraði mig og fékk mér kennt að meta sig. Ég upp undir 3 mánuði, sko. Ég kem oft svona í kringum 10. júní og fer svona mánaðamót. Það misjafnt, sko. Mér alveg sama þó að ég fer ekki þó að sé vond sumur. Ég er búin að sjá fjöllin hérna, það eins og sumir sem koma hingað. Þeir fara bara leið og þokan kemur, borgfirðingar, búin að leggja á sig að fara alla þessa leið. Ég bara kem til þess að vera hérna, láta mig líða vel og umgangast fólki. Á Borgarfirði eystra fallegur torpar í hjarta þorpsins og hann eitt vinsælasta myndefni þeirra sem staðinn heimsækja. Lindarbakki var fyrst byggður árið 1899 og næst elsta húsið í þorpinu. Eigandi húsins, Stella Sveinsdóttir, bjó á Borgarfirði sem barn. Ég fæddi 29. júlí 1929 í Geitavík í Borgarfirði. Og ert hér eitthvað frameftir? Ég er 14 ára þegar ég fer hérna, ég fernd hérna í kirkju. Förum við í Kópavoginn. Pabbi minn, við fluttum í Kópavoginn og pabbi minn keypti Snæland, jörðina Snæland í Kópavogi, svínabú og alls konar dýr. Byggum þar. En hvernig manstu eftir æskunni hér? Ég var afskaplega óþekkt barn víst, en ég líka var einbirni þangað til ég eignaðist bróðir þegar ég var 7 ára. Ég var ekkert sérstaklega hrifin af honum og ég mátti allt af því að það var tvíbýli eða annar bær í Geitavík, útbæri sem við kalluðum, og þar voru sískinni og þar mátti ég náttúrulega gera allt og ráða öllu. Og svo fluttum við hingað inn eftir 1938 og bjó hérna í Sæbergi. Stella kom svo ekki aftur á Borgarfjörð fyrr en árið 1953 og árið 1979 keypti hún og maðurinn hennar Lindarbakka. Hún hefur dvalið í húsinu öll sumur síðan. Fyrstu 8 árin var maðurinn hennar á lífi en síðan hefur hún komið ein og vílar það ekki fyrir sér þrátt fyrir að vera orðin 88 ára gömul. Með hjálp náttúrulega allra hérna. Ég er svona hrefsegn bara. Það sama hvað ég bið ég fæði það. En ef við förum aðeins yfir hérna sögu þessa hús. Þetta hús það voru mikið svona, það var lítið önnur baðstofa hérna fyrir innan. En þegar verslunin kemur hérna 1895, þá fara menn að byggja hérna svona hús og gera út. Þá gafum við selt fiskinn og þá settum við fiskinn upp hérna í vagnum fyrir neðan Álfakaffi. Það var engin höfn náttúrulega. Og þetta þróaðist bara þangað til að síldin kom. Þessi hús voru uppistandandi bara víða. En flest öll hérna í kringum útgerðinni. En svo bara týndust þessar baðstofur niður og voru bara rifnar. Sérstaklega í síldarárunum þá drápuðu beljurnar því þeir gátu ekki mjólka kallarnir þegar kellingarnar fóru í síldina. Og þarna svo bara grotnuðu húsin niður. Er ekki góður andi hérna? Jú, mér finnst það. Svo gamla hérna, hún Jóhanna gamla. Hún var svo, ég þori ekki annað en að hafa hreint og sópa vel því að hún var svo hreinleg. Og lætur Jóhanna þið alveg vita af sér? Já, mér finnst það og sonur minn hefur orðið var við hana. Hvernig þá? Sá hana bara. Þannig að hún er hérna einhvers staðar hjá okkur? Já, hún er ekki lánað með það. Ég sópaði í morgun og svona. Að vonum hafa ferðamenn mikinn áhuga á Lindarbakka og átta sig ekki alltaf á því að þar sé heimili að ræða. En það upplýsingar skilti hérna fyrir utan. En ég er ekki, ef fólk komið inn og ég er ekkert að gera, þá má það ganga hérna og taka myndir, mér nákvæmlega sama. Og ef það er mjög margt fólk, þá bara má það ganga hérna í kring. Ég finnst það. Þannig að þetta vekur miklu athygli. Já, náttúrulega allt öðruvísi en öll önnur hús. Stella tekur virkan þátt í menningarlífinu á Borgarfirði, en vinkonur hennar setja spurningamerki við vetrarbröltið á henni. Ég veit ekkert frá því að mér fara. Segðu mér frá því þú komst á Þorrablóti. Kom á Þorrablóti? Já, það er nú 30 sinnum sem ég er búin að fara á Þorrablóti hérna. Þá bara kynnti ég hér upp og sef hérna hjá músunum, það stundum ís í skápnum hérna undir vaski. Og svo bara gengi ég hérna hús úr húsi og skemmti mér. Og öðrum? Já, það vona ég. Já, þær hef ekki látið ljósa, það er engin reykið mig út. Þú sagði mér að vinkoniðinu fyrir sunnan hefði verið eitthvað efins í vetur. Já, fólki sem bjói þarna, býr í blokkinu sem ég býr í fyrir sunnan. Kvöldum í hinsta. Já, þær héldu bara að ég myndi ekki lifa þetta af.
að ég var einhvern tímann að fara og þá var ekki komið rútan. Og hvernig ætlar svo að komast ofan yfir? Ég sagði það var allt í lagi. Ég myndi setjast á tröppurnar í ríkinu, það liti einhver að koma þangað. En svo var náttúrulega, komst ég náttúrulega ofan yfir. En ég sleppti þessu svona fram að ganni mínu, sko. Ætlar að halda fram að koma hingað bara? Ég læt hvernig daginn að ég sinni þjálfingu. Ég segi ekki neitt, ég bara fer ef ég mögulega get. Það nær þá ekki lengra, það geta flutt hrægir söður, það veistu, jarða mig fyrir sunnan.